Well, we just try before the competitions or any events which is coming. We normally practicing because we're dancing each second week, and we are practicing just normally taking lessons, prepare ourselves, try to develop and improve, and then we're going to compete. Then come back, take lessons, practicing, trying to improve, going for competition, and new. It's like a kind of routine. Beside of dancing, we just do some fitness and the ballet and jazz ballet, everything what is actually supports the dancing. Me and Hannah, yeah, we're just trying to do that. Farið þið eitthvað til þess að fara í ballettíma? Do you go somewhere to take ballet lessons or do you do it by yourself? We do it by ourselves. Gerum það sjálf. Við erum lærum þegar við förum í æfingabúðir. Þá erum við búin að læra mikið. Vorum með æfingabúðum til dæmis í sumar í Þýskalandi. Og þá lærum við svona æfingar sem eru mikilvægar og góðar fyrir dansinn og við höfum bara haldið þeim áfram og það er virkilega góðar og hjálpa okkur. Þannig já, þetta er bara það sem við höfum lært. Þetta er bara það sem að þetta eru bara fyrrverandi heimsmeistarar, margfaldir heimsmeistarar sem tóku tíma í ballett sem var þjálfari sem var sérstaklega með þau og var að kenna þeim æfingar sem voru sérstaklega góða fyrir þau í dansinu og svo voru þau að kenna okkur þetta. Þannig að yes. Okay. The weekly routine is we're practicing from Monday till Friday, practicing fitness. In between we go to movie, and normally on Friday we fly to another country, and Saturday dance competition. On Sunday come back to Iceland, have a dinner with the family, celebrating our results, and from Monday starts again to practice. Já, við höfum samt reynt að gera eins og til dæmis fyrir svona stórmóti eins og heimsmeistaramóti sem núna framöndan, að þá erum við að æfa alla 7 dagana, alla daga vikunar og en við reynum samt alltaf að halda laugardögum og sunnudögum meira það sem við erum ekki að æfa. Þannig að þá var meira bara það sem við kallum svona mental training, þannig að þá erum við bara förum við bara yfir loturnar í huganum. Það er hægt að ókera sig líka ef maður er að gera allt of mikið. Þannig að þá kemur maður svona hungraður tilbaka á mánudeginum og það er mikið hægt að gera 5 dögum af því við erum líka ekkert að mæta bara í klukkutíma eða 2. Við erum alveg að eyða nokkrum klukkutímum á dag í æfingar. Where do you take lessons? Because you need to take lessons somewhere. Hvað farið þið að taka tíma? Well, we take lessons with my home coach, my family actually. It's Olga. I call them my family, but of course they're not. It's Olga Müller and Ralf Müller and Franco Formica. They're from Germany. They are many times world champions and Europe champions and the winner of any cups and any whatever competitions in the past, which makes them now at the daytime the best coaches and the best teachers worldwide. So yeah, we do take lessons with them, as well as we do take lessons with some English teachers. Yes. Okay. Yes, við höfum verið að taka, þetta er svona aðalþjálfarnir sem við erum með þarna í Þýskalandi og við erum mikið að fara til Þýskalands til að taka tíma hjá þeim og þetta er með þau sem ég tala þegar ég tala ballettin og við vorum í æfingabúðir að þá var með þau sem voru að kenna okkur ballettæfingarnar og en svo höfum við líka við erum ekki að taka tíma hjá allt of mörgum og við viljum frekar halda okkur við vera bara með annars þeir náttúrulega hafa allir sína skoðanir og við viljum ekki vera að taka ómarga tíma, en við höfum líka verið að taka tíma hjá Jöran og þá höfum við verið bara á Íslandi. Our goals is to be a better dancer. To be a better dancer in our own and as a couple. And
result-wise, of course, the goals are not depending on us. It's depending on the judges or who is judging on the judging panel. But if you ask me the goals of the results, then it's probably to be a world champion, of course. And if you're asking the goals in ourselves, is to be as better dancer as it's possible to be, and to be as better couple as it's possible to be in dancing wise and in a living wise, of course. Yeah, I think this is the kind of answer I would give for that question. Hvað segir þú annars? Sko, já, þegar tala um svona gól, sko, já, það náttúrulega bara, það sem hann var að segja er bara eins og tala úr mínu munni, en það rosalega erfitt, sko, auðvitað markmið það að vera heimsmeistari einn daginn, þótt að við vitum að við munum ekki verða það núna, þegar við förum núna 30. nóvember til Berlínar að keppa, en maður er auðvitað alltaf með eitthvað svona markmið, maður langar að komast í 24 para eða maður langar að komast í 12 para, en það er bara svo erfitt að segja núna í dag, hvaða gól við höfum, en sko ég myndi í rauninni sko, miðað við hvernig er búið að ganga hjá voru keppnum, þá myndi ég segja svona allt, að komast inn í 24 para og reyna að vera sem næst 12 para, þá væri við rosalega ánægð. Þannig en bara að við séum ánægð okkar dans og okkar framkomu eða á gólfinu og það er svona, það sem skiptir máli því að það er. When we go out of the floor, our mind is completely switched off because we've been practicing and teached like when you practice and when you try to develop yourself, when you try to improve yourself, you try to think. I mean, you are thinking. But when you go into the floor, don't think. You just do what you did practice already. That's why we are practicing so much, because when we're going to the floor, we don't want to think anymore. We just want to do what we did. You know, so actually controlling what you're doing and like following what are you experiencing in the floor is there. But in general, it's actually just do it. Það er ekki gott að fara út á gól og hugsa of mikið. Við erum náttúrulega búin að æfa mikið, marga vikur og mánuði fyrir mótið. Þannig að bara það sem við höfum búin að gera á æfingum, bara að það skili sér á gólfinu. Svo bara, rauninni það sem ég hugsa þegar við förum út á gól og við reyndar gerum það bæði, við svona peppum hvort annað upp og bara setjum okkur í eitthvað svona í okkar eigin heim. Þannig að við erum bara tvö, við tvö erum bara ein heild og ekkert að vera að spá, við erum ekki mikið að horfa á hinn hverjum rauninni þegar við erum að keppa. Það er bara, það stressar mann og þannig að við erum bara að hugsa okkur og okkar dans og dansa saman. Já, og þá gengur þetta best ef maður er ekkert að, eins og hann segir, ef maður er ekki að hugsa of mikið, þá bara fyrir það. Ég er alltaf með rosalega mikið mataróþol, þannig að það er rosalega mikið sem ég má ekki borða. En ég er samt borðað rauninni bara það sem ég langar að borða og hef aldrei verið í svona einhverju aðhaldi eða passa mig að borða ekki þetta. Bara, ég leyfi bara að borða sem ég vill en hreyfi mig bara vel með. En fyrir svo viku fyrir mót og svo þá sleppi ég allir brauði og reyna að borða ekki mat sem er svona mikið unninn, mikið kryddaður. Ég get blásið svo rosalega út ef ég borða eitthvað sem ég má alls ekki borða og þá gæti það bara verkum ég passi ekki í kjólinn minn þótt að væri bara deginum áður. Þannig að já, svona viku fyrir mót þá reynum að borða bara svona kjúkling og meiri svona léttan mat og borða minna en oftar. Og svo á daginn sem við keppum og morguninn þá borða maður eitthvað svona létt kjúkling og egg og reynir samt að borða svolítið mikið þannig að maður borða sér vel fyrir daginn þannig að maður sé ekki að borða á meðan keppni stendur því það verður bara svona þungur á sig. Við borðum bara morguninn, borðum bara nóg
þannig sem bara fulla orku og svo erum við raunin bara að drekka vatn og svona og hérna jafnvel svona við höfum verið að fá svona góða svona ekki orkudrykki heldur svona frá hérna hreisti, þetta svona blandorð í vatn sem að svona í staðan fyrir að vera að drekka kaffi og svona þannig að hérna já það raunin bara það sem við erum að fá okkur ákveðni. What I'm eating and how I'm eating, I just eat everything what I want and everything and however I want, how much I want, anytime in the daytime, in the nighttime. I just really don't care because as far as I come to practice, the whole calories which I was eating, they burn. So I'm eating 24/7 actually. Why? As the art is 70% and the sport only 30%, because it's not the matter who is running and getting into the point as a first. It's not the matter other way. It's actually the matter how you produce your thing and make it as beautiful as you can by using the sports tools. Já, ég segi það bara kannski. We all dancing the same figures and we all dancing the same things. It's just the matter how are you doing it actually. Of course for this you have to have a prepared body and that's why you are practicing and that's why it is a sport. But at the end of the day it's not a sport actually at all. It's an art because each touch, each release and response and each convince is a different. Já, þetta einmitt það sem að hérna, það sem þetta með dansin einmitt að þetta ekki, þú veist, eins og í hlaupi, það bara svo sem að hlaupi fyrst, eða þess að kemur fyrst inn mann, hann vinnur. Þú getur verið að keppa og hérna, það eru 9 dómarar og þú lendir kannski í 3. sæti, en aftur á móti hefur einhverju aðrir 9 dómarar, það hefur kannski í 1. sæti. Þetta svo mikið hvað hverjum finnst. Þannig að hérna, þess vegna í rauninni veit maður aldrei. Þess vegna verður maður bara að gera sitt besta og auðvitað vera í góða formi og vera með gott úthald því að hérna, maður kemst ekki gegnum heilan final og geta dansa sitt besta og til að geta sýnt það besta þá þarf maður náttúrulega að vera með hérna, að vera í góðu formi og vera vel þjálfaður. Því ef maður það ekki þá getur maður ekki sýnt hans kannski sýnt það sem maður vill sýna eins vel.